Í þessu dæmi þá erum við að vinna með gögn og spurningalistakönnun þar sem að nemendur voru spurðir tveggja spurninga. Annars vegar hvernig gerðar síma þeir ættu og þá er boðið upp á 3 möguleika, iPhone, Android eða annað, og hins vegar hvort þetta makaði ekki. Út frá þessu var reiknuð 10 kosta aðgangsgreining og metnir stuðlar fyrir símategund með útkomunni að makaði ekki. Og þetta eru stuðlarnir sem voru metnir. Svo erum við spurð að því hvað metum við þessi gagnlíkita hlutfallið að þið eiga maka fyrir einstakling sem á iPhone á móti einstakling sem á sem á Android síma, ekki bara einhver aðra tegund síma, heldur Android síma. Og nú þurfum við að horfa á beturnar okkar og við sjáum að beturnar sem við fengum var beta 0, svo fengum við betur fyrir annað og betur fyrir iPhone. Það er engin beta fyrir Android sem segir okkur að Android sé viðmiðunarflokkurinn. Og þar sem að Android er viðmiðunarflokkurinn, þá er gagnlíkita hlutfallið á því að eiga maka fyrir þann sem á iPhone og móti þeir sem á Android. Við fáum það bara beint út úr hallastölunum. Þannig að gagnlíkita hlutfallið á því að eiga maka fyrir þann sem á iPhone og móti þeim sem á Android er einfaldlega bara í veldinu þessi stuðull eða veldinu 0,28 sem er 1,32. Þannig að þá tólkum við það þannig að einstaklingur sem á iPhone er með 1,32 sinni meiri gagnlíkindi á því að eiga maka heldur en einstaklingur sem á Android síma.